Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, velkomin. Takk. Það ræða við afskriftir hjá fyrirtækjum, ég ætla að ræða við sölu Vestia til framtakssjóðs lífeyrissjóðanna, ég ætla að ræða við skuldamál heimilina og ýmislegt annað. Við skulum byrja á afskriftunum sem hafa verið mikið í umræðunni í undanförnu. Og mig langar aðeins að velta fyrir mig þessum, eða spyrja það út í þessi lán sem að þið veitið Jakobi Valgeiri sem á sér ansi, hvað var að segja, glæfralega forsögu í viðskiptum hér á landi, búin að fá gríðarlega mikið afskrifað og þátttakandi þarna í fyrirtæki sem heitir Steam á sínum tíma og núna takið þið þátt í afskriftum. Gamli Landsbanki tók þátt í afskriftum á útgerðarfyrirtækjans og nú samþykkið það að hann yfirtækir lán upp á milljarð. Hvernig gengur þetta upp að maðurinn fái slíka fyrirgreiðslu hjá bæði nýja og gamla bankanum? Ég held að við verðum að setja þetta í samhengi. Lánastarfsemi hér á landi fyrir hrun var mjög skrítin. Fyrir vikið eru gjaldþrot og töpuð útlán út um allt. Bankakerfið er núna fjórðungur af því cirka frá því var fyrir hrun. Þannig að lánastarfsemi var ekki nógu góð í gömlu bönkunum. Við skulum ekki þvæla þetta þess að ákvörðunin liggur núna fyrir vikið eru hrikalegar afskriftir þessum einstaklingum. Fyrir vikið eru hrikalegar afskriftir út um allt. Jakob Valgeir, hann, eins og þú bendir á, hann tengist að einu máli. Gamli bankinn er búinn að afskrifa á hann, aðrir bankar hafa afskrifað á hann, sem og fjölda annar aðila. Þetta mál tengist því að það er fiskvinnslu sjávarútvegsfyrirtæki sem fer í þrot í Hafnarfirði. Þar er eignir boðnar upp, skiptastjóri tekur við búi og eignirnar eru seldar. Til að gera langa sögu stutta, þá enda eignirnar aftur í höndum Jakobs Valgeirs, eða þessar eignir festis í Grindavík. Þarna er þetta ákveð úrvinnslumál úr gjaldþroti. Og eftir stendur milljarður sem að þið ábyrgist og hver maðurinn á bakvið þann milljarð, það er Jakob. Já, þarna verður eignir seldar út úr þessu þrotabúi. Við erum að vinna úr þrotabúi. Það eru 3,2 milljarðar. Við fáum strax greitt 20%. Það er aðili sem kaupir sem er ekki Jakob. Hann borgar af lánunum. Þessi 3,2 milljarðar er orðin 2 milljarðar. Það er búið að borga þetta niður. Já, nú erum bara að hugsa um hagsmuni bankans. Við erum bara að tala um feril þessa manns, þar sem þið eigið núna í stórum viðskiptum við. Gefðu mér eina mínútu. Sá aðili sem kaupir á okkur, hann selur svo helminginn í sínu fyrirtæki. Það er búið að borga af lánunu, núna reglulega í yfir ár, ár. Og svo er óskað eftir því að skipta þessu félagi upp á milli hluthafa. Það verður úr að við gerum það, ástæðan er svo að lánarlega séð vorum við komin bara í mjög góða stöðu og treystum því að þetta lán myndi haldast áfram að greiðast og við hefum ekki afskrifað krónu þarna úr þessu máli. Eftir stendur orðspor og það er stórt vandamál fyrir bankana. Það sem við þurfum að vinna úr svo mörgum erfiðum málum. Talandi orðspor. Og við munum afskrifa hér mjög mikið í framtíð. Við höldum okkur aðeins við þetta mál. Talandi orðspor. Þið eru einmitt að skipta við mann og leyfa honum að ábyrgjast lán upp á milljarð og þið eru að tala orðsporið á sama tíma. Þetta er maður sem á sér mjög slæma forsögu og þið eigið að taka tillit til forsögu einstaklinga þegar þið gerir við á viðskipti. Þarna hefur við valum og þarna veltir maður fyrir sér þegar þú ert að skoða orðsporið annars vegar og síðan peningaleðina hins vegar, hvort vegur meira hjá fyrirtækinu? Þetta er alveg rétt, þetta eru erfiðar ákvarðanir alla daga hjá okkur. Þarna er staðan svo að við erum komin í 70% veðhlutfall og við erum að reyna að ná þessu tilbaka. Þetta gengur sem sagt bara út á peningaliðina burtséð frá því við höfum átt viðskipti. Ég er að koma að því. Þessi stóra siðferðislega spurning, hún er stór fyrir okkur og hún er stór fyrir Ísland. Við erum með fleiri 100 milljarða á Íslandi sem við höfum eftir að afskrifa. Annarkvort með gjaldþrotum eða eftirgjöfum skulda til fyrirtækja. Við erum núna að fara í gang vonandi mjög fljótlega
með svo kallega hraðbraut. Stöldrum aðeins við. Ég veit það sem við munum afskrifa á þúsundir fyrirtækja. Já. Og hvað þýðir það? Þýðir það þá að enginn sem tengist þessum fjölskyldum sem áttu þessu þúsundir fyrirtækja sem við lánuðum til, enginn sem tengist þeim í gegnum félög megi fá lán í framtíðinni. Ég hreinlega veit það ekki, vegna þess að það verður varla upplýst nema einhver komist að því. Og það vandi og kjarni málsins. Nú komið mál þar sem að blasir við að þið hættið ykkar orðspori, þið farið í viðskipti við mann og þið treystið honum varðandi svona lántöku þrátt fyrir þann feril að það líklega búið að afskrifa hjá honum í heildina upp til 30 milljarða. Þó það sé ekki eingöngu þið, eigið ekki að taka tillit til viðskiptasögu einstaklinga þegar þið skiptið við þá. Jú, en þið gerið það ekki í þessu tilfelli. Þarna einstaklingurinn og þarna félög og þarna fjölskylda á bakvið í litlu plássi út á landi. Þannig að það hægt að vera með mjög einfalt viðmið á þessu og við skiljum vel að þetta vekur upp spurningar, en ég segi þetta eru ákvarðanir sem við þurfum að taka á hverjum einasta degi og það verður mjög mörg svona mál, erfiðar siðferðislega spurningar sem snúa að okkur og okkur öllum sem samfélag í framtíði ljósi þess að við erum að koma lendum í nánast í þjóðargjaldþroti. Já, þannig að þú ert að viðurkenna það að þið eruð að skiptaðu mann sem kannski ekki mjög heillavænlegur fyrir ykkur orðspórslega síðan, en þarna sáu þið að það var kannski einhver peningur til að skipta við hann áfram. Víkjum aðeins málinu að Festi þá á sama tíma. Það fyrirtæki sem var ekki í einhverju gimmiki með því að setja peninga sína í hlutabréfakaup eða eitthvað slíkt, heldur var eingöngu í kvótakaupum. Þeir yfirskuldsettu sig, en á sama tíma þá lenda þeir í því að þeir fá nánast enga fyrirgreiðslu frá Landsbankanum. Þeir eru tilbúin til að leggja til 300 milljónir. En á sama tíma eru þeir keyrðir í þrot og hvar standa þeir núna? Jú, eignir þeirra eru komin vestur til Jakobs. Ég get ekki farið í smáatriðum gegnum einstaka aðila. Jú, þú getur það. Þessi menn að gera þetta opinbert, þannig að þú ert ekki bundin inn í leynd gagnvart þeim. Bankinn reyndi allt sem hans valdi stóð til þess að aðstoða, það bara gekk ekki upp. Þeir eru algjörlega ósammála þessu, þeir sem ráku Festi á sínum tíma. Ég skal bara benda á eitt, við erum með eftirlitsnefnd frá Alþingi inni hjá okkur sem yfirfara hvernig við stöndum að málum. Þeir eru að skoða mál alveg niður í smæstu smáatriði. Ég bara byrja að setja þetta í samhengi. Og þeir segja, þeir gefa okkur góða umsókn. Ég byrja að setja þetta í samhengi. Að jafnræði sé gætt. Ég bara byrja að setja í samhengi milli þessar tveggja einstaklinga. Annar heitir Jakob Valkir. Hann á alveg svakalegan feril í bæði hlutafjárkaupum og afskriftum varðandi útgerð sína. Hann leyfði honum að ábyrgjast milljarð á kaupum í fyrirtæki sem var eingöngu í kvótakaupum á sínum tíma og eingöngu í útgerðarrekstri. Hann búinn að eignast það fyrirtæki að mestu. Ef þú sér þetta bara í því samhengi. Við vorum ekki að gefa eitt né neitt. Við höfum verið að fá inngreitt inn á þessi lán. Eins og ég sagði áðan, staða sem var rúmið 3,2 milljarðar í upphafi. Þú talar þetta bara í tölum, en þú verður að velta fyrir þér að siðferðilegu spurningu. Já, það var reynt til þess ítrasta að vinna með þessu félagi sem heit Festi. Við vorum ekki eini aðilinn sem óskuðum eftir innheimta skuldir þar. Það fer í þrot. Þeir eru langstærsti aðilinn. Við erum langstærsti aðilinn. Þið ráðið í raunverulega. Og félagi var með verulegar neikvætt eigið fé. Síðan fer það í þrot, skiptastjóri kemur inn. Þeir voru tilbúin til að leggja fram fjármuni. Já, þetta bara gekk ekki upp. Skiptastjóri kemur inn. Og við erum búin að ná að lækka okkar stöðu úr 3,2 milljörðum í 2. Já, bankinn sem sagt, burtséð frá því við hvernig hann skiptir, bankinn græddi. Náðu þessu tilbaka, bankinn stór tapaði raunverulega, við getum sagt sem svo, af því að það var búið að lána allt og mikið þarna áður. Annað fyrirtæki sem hefur verið í umræðinu og það dóttur fyrirtæki Skinneyjar Tinganes. Það fyrirtæki sem við getum borið saman við Festi. Það líklega skuldsettara, það var skuldsettara fyrirtæki. Það að mestu í eigu Skinneyjar Tinganes sem skuldaði ekki mikið peningum, þurfti ekki afskriftir, en hins vegar fekk núna 2,6 milljarða afskrifaða.
árinu áður stærstu eigendur þess, Skinnið Þinganes, greiða út 600 milljóna króna arð til eigenda sína. En samt gangið inn í það fyrirtæki núna og þið afskrifið þessar gríðarlegu fjárhæðir. Ef þú sér núna öll þessi 3 fyrirtæki í samhengi, þá bara velti ég fyrir mér það ekkert gegnsæi í þessu og ég velti fyrir mér líka hvað ræður að sumir fá svona mikla fyrirgreiðslu á meðan aðrir eru keyrðir í þrot. Já, þetta í grunninn mjög einfalt. Við erum með ákveðnar reglur sem við vinnum eftir. Við erum með eftirlitsnefnd frá Alþingi sem yfirfara hvort við erum að fylgja þessum reglum. Þeirra niðurstaða sem þeir hafa gefið út. Hver þín niðurstaða? Þeir hafa gefið, mín niðurstaða svo sama. Þeirra niðurstaða svo að jafnræðis sé gætt. Varðandi hvernig vinnum við? Við erum fyrst og fremst að horfa á hvort að félög séu lífvænleg. Við erum eftir að taka 1000 fyrirtæki á Íslandi í gegnum sambærilega hluti. 1000 fyrirtæki. Hvers vegna var bara núna ekki seld með sama hætt og festi eða sett í þrot? Við höfum sagt... Hvers vegna 2600 milljónir afskrifaðar því fyrirtæki? Í töpuðum útlánum. Þetta eru töpuð útlán. Bankar eru fullir af töpuðum útlánum. Við getum sett öll félög í gjaldþrot. Nánast ef við viljum. Ég meina það voru verið í kvótanum og skipunum, ekki? Já, það ekki góður kostur að öll félag, annarkvort félag á Íslandi fari í þrot. Nei, þannig að þið ætlið bara að handpika þau svona? Nei, ef þetta eru lífvænleg fyrirtæki, þá bjóðum við lausnir. Þannig að þú svo út að segja festi sé ekki lífvænlegt, en núna hefur verið mjög lífvænlegt. Festi gekk ekki upp. Getur, þú verður að útskýra það munin á því, af hverju gekk það ekki upp, en af hverju gengur núna upp? Ég get ekki farið í smáatriði, ég get bara sagt það að eftirlitsnefnd Alþingis skoðar okkar vinnulag og segir að jafnræðis sé gætt. Það er annar mál. Það er Vestia. Og Vestia er fyrirtæki sem að átti fjölmargar eignir. Húsasmiðuna og Vodafone og Plastprent og Icelandic Group og Skýr og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætla að leyfa mér að segja í skjóli nætur hefur bara labbað yfir til Framtakssjóðs lífeyrissjóðanna og selt hennan pakka til þeirra. Án þess að gefa nokkurn kost á því að bjóða í þessi fyrirtæki stök. Hvers vegna ferðu þessa leið? Í sumar, þegar ég tek við starfið sem bankastjóri, þá hef ég náttúrulega fylgst með fjölmiðlum og verið mjög áskynjað strax þegar ég kem inn að það er mjög mikið óþol með það að bankinn sé að reka fyrirtæki í samkeppni við aðra, fyrirtæki í óskyldum rekstri. Samkeppniseftirlitið setur okkur mjög stífar girðingar þegar við erum að reka slík félag. Við eigum að selja tiltölulega hratt og við megum ekki með beinum hætti koma að þessum félögum. Samkeppniseftirlitið gerir líka aðra athugasemd. Gleymdu því ekki að þegar þið yfirtækið húsasmiðjuna, þá segir Samkeppniseftirlitið og hefst þá lesturinn. Eignarhlutur Vestia í húsasmiðjunni skal seldur í fyrirfram skilgreindu og gagnsæju ferli, til dæmis með skráningu í kauphöll að undangengnu útboði í samræmi við ákvæði laga um verðbréfaviðskipti. Og húsasmiðjan er ennþá í eigu Vestia. Þetta er mjög skýrt. Húsasmiðjan er ennþá í eigu Vestia. Já, en það breytir ekki því að það krafa, þessi krafa er gerð til ykkar sölu á húsasmiðjunni og að ferlið sé gagnsætt sem dótturfélag Vestia. Sko, ég skal förum að sér. Förum þá yfir starfsreglur Vestia. Vestia á að ráðstafa eignum félagsins í gegnum opið tilboðsferli og skal gæta gagnsæis og jafnræðis bjóðenda við það ferli. Já, Vestia skal. Sko, bankinn getur sett... Hvað er hitt gagnsæja að opna söluferli? Já, förum að sér þetta. Það er líka í reglum bankans að það er þetta að bregða frá þessari almennu reglu. Já, það er nú alltaf voðalega þægilegt. Já, það er bara ýmsar aðstæður með þeim hætti að það getur þurft að grípa til þess. Sko, við getum selt þetta allt strax. Söluverði yrði mjög lágt ef þetta er farið með þetta í opið söluferli eins og þessi félög standa í dag. Eigum við að gefa þessi félög? Þú gafst einhver kost á að bjóða í þú stund. Býtu, leið mér að fara yfir. Byrjaði á að gefa einhver kost á að bjóða í þú áður og fer að segja leið mér að fara yfir þetta. Þegar ég kem inn, þá eru veðurválynd. Dómur í Hæstarétti, óvissa með hver eignir bankans eru í ljósi óvissum erlend lán.